Komið sæl. Í þessum kafla ætlum við aðeins að fjalla líkindareikning og sér í lagi hvernig við reiknum eitthvað með endurteknum tilraunum. Það útskýrir kannski kaflaheiti þar sem að og áberandi. Það skýrir sig vonandi betur á næstu glærum. Fyrst skulum við aðeins rifja upp líkindareikning og líkur eru sem sagt gefnar alltaf upp á bilinu 0 til 100%. Og það hægt að gefa það líka upp með tugabroti og jafnvel almennum broti og þá myndi það vera bilið 0 til 1. Og hvað þýðir þetta? Jú, ef þú ert með líkindi sem eru nálægt 100% þá þýðir það að það er mjög líklegt að það gerist. En aftur á móti ef þú ert nálægt 0 þá er frekar ólíklegt að eitthvað eigi sér stað. Annað sem skiptir máli er þetta hér að ef við leggjum saman alla mögulegar útkomur þá eigum við alltaf að fá út 100%. Til dæmis ef að sagt er að það eru 70% líkur á að það rigni og þá eru 70% líkur á að það rigni ekki. Vegna þess að ef við gefum okkur þetta þessu 1-2 möguleikarnir sem koma til greina á veðrinu þá á samanlögð líkindi að vera 100%. En tökum nokkur einföld dæmi og ef við ætlum að reikna út líkur á að eitthvað gerist, þá þurfum við í fyrsta lagi að vita alla möguleika sem að geta komið upp, eða minnst okkur stík hversu margir þeir eru. Þannig að hér er spurt hverjar eru líkurnar á að fá töluna 5 ef að teningi er kastað. Og þá skoðum við fyrst hvaða möguleikar geta komið upp ef við kasta teningi. Og þeir eru listaðir hérna, ég get fengið ást, tvist, þrist, fjarka 5 eða 6 á teningin. Og hverjar eru líkurnar á að fá 5? Jú, það er 1 möguleiki af 6. Þannig að líkurnar á að fá 5 þegar ég kasta er þá bara 1/7 eða 1 af 6. Ég get breytt yfir í tugabrot og sagt 0,16 eða 0,17 ef ég námynda og eins get ég haft þetta í prósentum 16,7% ef ég námynda. Almennt er hægt að setja fram reglu sem lítur svona út. Við erum ekki alltaf bara með einföld teningadæmi þar sem að við getum listað upp alla möguleikana. En hér er reglan sett svona fram að ef við finnum líkur á eitthvað gerist, þá skoðum við fyrst fjölda á því sem spurt er og deilum með fjölda möguleika sem upp geta komið. Og reyna að útskýra þetta með dæmi eins og hér. Lukkuhjólið er snúið, þessu hjólið sem var hérna, og hverjar eru líkurnar á að pílan lendi á gráum reit? Og þá byrja ég að telja hvað eru margir gráir reitir, en það er fjölda því sem spurt er og þeir eru 3. Hvað eru margir reitir? Hvað getur pílan lent á mörgum mismunandi reitum? Ég tel aftur og þeir eru 8. Og þá er ég komin með svarið við spurningunni, að minnst okkur hvernig ég reikna það. Það líkurnar eru þá 3 af 8. Og eins og ég sagði áðan, þá er hægt að svara þessu með almennu broti eða tugabroti og jafnvel prósentum. Allt er þetta jafngild svör. Ég held að í heftinu þá nota ég jöfnum höndum almennu brotin, tugabrot og prósentur. En við skulum snúa okkur á því sem að er heiti kaflans og það er sem sagt og. Og það sem ég á við með því er að ef að spurningin er þannig að það kemur fyrir og í henni eða stundum er það þannig að þið þurfum að kannski umorða spurninguna og hugsa er eitthvað að gerast endurtekið og geti orðað þannig að það sé og á milli. Þá er aðferðin til að reikna líkurnar svo að margfalda saman líkurnar á hverjum atburði fyrir sig. Ég ætla að reyna að skýra þetta betur með dæmi og hér sjáum við hvernig reglan er sett fram að líkurnar á að eitthvað eitt gerist og síðan á eitthvað annað að gerast líka þá reiknaði það með að margfalda saman þessar líkur. Og skoðum aftur svona lukkuhjóla dæmi. Nú ætlum ég að snúa hjólinu 2 sinnum og spurt er hverjar eru líkurnar á að pílan lendi fyrst á gráum reit og svo lendir hún á svörtum reit, þá í næsta snúningi. Og þá setjum ég þetta upp svona. Ég verð að spyrja líkurnar á að fá gráan og svo ætlum ég að fá svartan. Og ég skipti út eins og að gefa til kynna hérna efst. Ég skipti út og sett margföldin í staðinn. Vegna þess að þannig á ég að reikna þetta. Og líkurnar á að fá gráan reit eru 3 reitir af 8.
Líkurnar á að hún lendi á svörtum reit er 1 af 8. Og með því að margfalda þetta hérna tvennt saman, sem þið eigið að kunna, þá fæ ég út 3/64. Ég má svara þessu svona, eða breyta yfir í tugabrot eða jafnvel prósentur. Og sjálfur er ég hrifnastur af því að nota prósentur, mér finnst það svona að segja manni mest. Og samkvæmt því sem kom fram á fyrstu glærunni, þá erum við með líkur hérna á bilinu 0 til 100, þar sem 100% er eitthvað sem er örugt. Og þá eru 4% svona cirka hér, þannig að frekar ólíklegt að mér takist þetta og fá fyrst gráan reit og svo svartan reit. En fjölda möguleika að þar sem það skiptir máli við líkindareikning, þá getur verið gott að sjá það stundum með líkindatré. Og hvernig virkar það? Og þá eru hérna listaðir upp allir möguleikar sem upp geta komið. Og ég tek dæmi hér krónupening sem kastað upp 2 sinnum. Og ég ætla að teikna tré sem sýnir hvað getur gerst. Og svo í kjölfarið reikna þá líkurnar á að fá skjaldarmerki báðum köstum eða skjaldarmerki og fisk eða eitthvað slíkt. En ég byrjaði sem sagt tréð á því að gera einn stakan punkt og út frá þessum punkti ger ég síðan möguleikana, eða greinar sem að mynda tréð. Og hvað getur gerst? Ég kasta á peningnum og upp getur komið annarkvort fiskur eða skjaldarmerki. Og þá er ég búinn að lista upp hérna tré sem að sýnir hvað getur gerst í fyrsta kasti. Nú ef það kemur upp skjaldarmerki í kasti númer 1 og svo ákveði ég að kasta aftur, þá sýni ég næst hvað getur gerst í kjölfarið. Og þá annarkvort getur fengið fisk eða skjaldarmerki. Nú ég hefði líka getað fengið fisk í fyrsta kastinu. Og hvað getur gerst ef ég kasta aftur? Þá getur komið fiskur eða skjaldarmerki. Þannig að neðri hlutin á þessu tréi, hann að sýna seinna kastið. En núna ég sem sagt komin með það sem kallast líkindatré, þetta hérna. Og með því að skoða tréið, þá sjáum við að það eru 4 mismunandi greinar neðst í trénu. Hérna, 1, 2, 3, 4. Og þar af leiðandi 4 mismunandi möguleikar sem geta komið upp. Og með því að fikra sig í gegnum tréið, þá sé ég alla möguleikana. Skjaldarmerki einn möguleiki, skjaldarmerki og fiskur annar möguleiki, fiskur og skjaldarmerki svo þriðji og 4. og síðasti möguleikin þá fiskur og fiskur. Og lokum ef ég sýni ykkur hvernig hægt að nota tréð síðan til að ákvarða líkur. Og þá ég hérna aftur með sama tré og ef spurt hverjir eru líkurnar á uppkomi skjaldarmerki í fyrra kasti og fiskur í seinna kasti, og þá sé ég það eina leiðin í gegnum tréið til að fá þetta hér, að fá skjaldarmerki og svo í seinna kastinu fá fisk. Og þetta semst ein leið af 4 mismunandi leiðum. Þannig að líkurnar eru þá 1/4 eða 25%. Og auðvitað hægt að reikna þetta með reglunni sem ég sýndi ykkur áðan, það að segja í staðinn fyrir að nota tréð, að þá skoða ég hverjir eru líkurnar á að ég fái skjaldarmerki. Og það þá væntanlega helmingslíkur, það 1 skjaldarmerki af 2 hliðum. Og þá setjum ég margföldin á milli og síðan spurt líkurnar á að fá fisk. Og það líka helmingslíkur. Og ef ég margfalda þetta saman, þá fæ ég sama svar. Og tréð gaf mér, það að segja líkurnar eru 25%. En hér ætla ég að hætta og leyfa ykkur að spreyta ykkur á dæmum í heftinu. Takk fyrir mig.